Svona, komið. Og klárt. Ja, velkomin á bæjarstjórnarfund sem 569. Í dag 1. apríl og klukkan 3. Mættir á fund Gylfi Ólafsson, aðalmaður, Dagný Finnbogadóttir mætti fyrir Jóhann Birkir, Kristján Þór Kristjánsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Einarsdóttir, Elspeth Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir, Þorbjörn Halldór Jóhannesson. Starfsmaður fundarins Bryndís Ósk Jónsdóttir. Fyrsta mál á dagskrá ársreikningur Ísafjarðarbæjar 2025. Bæjarstjóri leggur fram til fyrri umræðu ársreikning Ísafjarðarbæjar, stofnana hans og fyrirtækja fyrir starfsárið 2025. Og orðið laust. Sigríður Júlía, beðum orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hér leggjum við fram til fyrri umræðu niðurstöður ársreiknings Ísafjarðarbæjar vegna 2025 og mér langar til þess að gera hér stuttlega grein fyrir honum. Rekstur Ísafjarðarbæjar hann gekk vel árið 2025 og heldur því áfram að styrkjast eins og verið hefur á þessu kjörtímabili. Og reksturinn skilaði afgangi sem nemur 671 milljónum króna. Á árinu þá lækkuðu skuldir Ísafjarðarbæjar úr rúmum 5,8 milljörðum króna niður í 3,8 milljarða. Þarna munar mest söluna á fasteigninni sem hýsir hjúkrunarheimili Eyri og einnig sölu eignanna á Suðureyri og Þingeyri sem við seldum til Frákar íbúðafélags. Ráðdeild í rekstri nauðsynleg en ef ársreikningurinn og sundurliðunarbækur eru rýndar, þá má glögglega sjá að stjórnendur eru með puttann á púlsinum. Það munar þau útboð sem farið var í á árinu, sem snúa til dæmis á þjónustukaupum, og það einnig ljóst að það sjáðu tækifæri og nefni ég hér dæmi sem lítur að orkukostnaði. En þegar við settum upp farmadælu við íþróttamiðstöðina Þingeyri til dæmis, gaf það strax til kynna að þarna mikinn sparnað og hagræðingu að ræða. Stjórnendur fylgja góðu vinnuferli sem snýr að því að ef teiknir á lofti breytingar á gjalda eða tekjulið í rekstraráætlun, þá gerður viðauki við fjárhagsáætlun sem hjálpar stjórnendum og bæjarfulltrúum að fylgjast með fjárhagsstöðunni. Má það nefna sem dæmi að Jöfnunarsjóður sendir jafnan út uppfærðar áætlanir framlög nokkrum sinnum á ári og þá höfum við brugðist við með því að gera viðauka til að uppfæra áætlanir ársins. Sömuleiðis eru gerðir viðaukar ef við stöndum frammi fyrir óvæntum útgjöldum. En áður en við rýnum rekstrarniðurstöðu ársins að það er mikilvægt að gera sér grein fyrir þeim forsendum sem liggja að baki. En þær eru óbreyttar frá árinu áður að álagningarhlutfall útsvars var 14,97 sem lögbundið hámark og varðandi fasteignaskattinn að þá lækkuðu hann niður í 0,5 en lögbundið hámark hans 0,625. En rekstrarniðurstaðan, rekstrartekjur sveitarfélagsins í A- og B-hluta á árinu 2025 námu rúmum 9 milljörðum króna eða tæplega 9,2 milljörðum króna. En það var hækkun 572 milljónir á milli áranna 24 og 25. Þar af voru rekstrartekjur A-hluta rúmir 7 milljarðar sem hækkun tæpar 319 milljónir á milli ára. Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta var jákvæð 671 milljónir sem ég sagði áðan, en áætlun gerði ráð fyrir að hún yrði 314 milljónir. Rekstrarafgangur því 357 milljónum hærri en áætlað var. Hins vegar var rekstrarniðurstaða A-hluta fyrir árið 2025 neikvæð upp á 388 milljónir, en fjárhagsáætlun fyrir sama tímabil gerði ráð fyrir neikvæðri rekstrarniðurstöðu upp á rúmar 600 milljónir.
Það má því segja að rekstrarniðurstaðan þó að neikvæð sé að hún sé 290 milljónum krónum betri en áætlað var. Eigið fé sveitarfélagsins í árslok nam 3,9 milljörðum króna en samkvæmt efnahagsreikningi fyrir A- og B-hluta. En eigið fé í A-hluta það lækkaði 142 milljónir á milli ára. Heildarskuldir og skuldbindingar í hlutfalli við reglulega tekjur kallað skuldahlutfall. En það segir til hver stór hluti af heildareignum fjármagnaður með lántöku. Þegar litið til samstæðunni til, þarf að segja A- og B-hluta, skuldahlutfallið að lækka. Það 88,4% árið 2025 en var árið áður 111,7%. Skuldahlutfallið hjá A-hluta hækkaði lítillega á milli ára og 111,8 árið 2025 en var 108,3 árið áður. Á ástæða þessa áhrifin á söluna Eyri sem ég vík að síðar. Og skuldaviðmiðið í A- og B-hluta 57,7% og fyrir A-hluta 74,4%. En aðeins varðandi söluna Eyri, hann ætti að vera nokkuð, svona fólk var að kannast við þetta en aðdragandi sölunar nokkuð langur. Nær til ársins 2024 þegar samþykkt var í bæjarstjórn að hefja söluferli og auglýsa fasteignina til sölu. Afsal vegna sölunar sem hýsir hjúkrunarheimilið Eyri var undirritað föstudaginn 19. desember 2025 og húsnæðið var þá formlega afhent nýjum eigendum. Og kaupendur húsnæðisins voru félagið Safnatröð sem í eigu Innviðasjóðsins Innviðir fjárfestingar og sem í eigu nokkurra lífeyrissjóða. Kaupverð fasteignarinnar var 1 milljarður króna og sala húsnæðis hefur ekki áhrif á þá þjónustu sem veitt á hjúkrunarheimilinu eins og við höfum áður minnst á, þar sem hún verður áfram alfarið í höndum Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, óháð eignarhaldi fasteignarinnar. En fjárhagsleg áhrif sölunar á aðalsjóð Ísafjarðarbæjar umtalsverð, en hún einskiptisaðgerð og ætti því ekki hafa bein áhrif á ársreikninga framtíðarinnar nema að því leyti að ekki að ræða meðuppgjöf við rekstur fasteignarinnar eða vaxtakostnað vegna lána. Og framlag aðalsjóðs vegna Eyrar nam 625 milljónum króna sem kemur þá skýrt fram í afkomu A-hlutanum á árinu 2025. Lán sem hvíldu á eigninni voru rúmlega 1,5 milljarður og við söluna voru greiddar upp 965 milljónir króna en kaupandi yfirtók 487 milljónir. Og þá yfirtók eignasjóðurinn 84 milljónir, þannig að greiðsla kaupverðs að frádregnu yfirteknu láni kaupandan nam 512 milljónir króna. Uppgreiðsla lána umfram kaupverð nam 453 milljónum sem hefur þá bein áhrif á afkomu A-hluta. Og nánum að lesa söluna og aðdragandann að því, söluna Eyri í grein sem birtist á heimasíðu Ísafjarðarbæjar og í BB fyrir áramót. En á árinu 2025 var framkvæmt fyrir tæpar 900 milljónir. Stærstu verkefnin voru á Höfninni og fráveituframkvæmdir og gatnagerð. Þá hófust framkvæmdir við byggingu nýrrar slökkvistöðvar en fyrsta skóflustungan var tekin 5. september 2025 sem mjög jákvætt og gott skref. Uppsöfnuð viðhaldsþörf mikil hjá sveitarfélaginu og einkennandi að það eru margir fermetrar sem eru þannig að bítast fjármagnið sem áætlað í viðhald og það allan mín skoðun að það má gera betur þar en við reiknum með árið 2025 að setja 200 milljónir í þetta. En ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra en ætla að þakka starfsfólki fyrir vel unnin störf og bæjarfulltrúum öllum fyrir einstaklega gott samstarf. Við erum búin að vera að samtaka á liðnu ári og raunar allt þetta kjörtímabil og það ber að þakka. En ég ætla í leiðinni að leggja hér fram bókun
frá Íslista. Ársreikningur Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2025 er lagður hér fram til fyrri umræðu. Rekstur Ísafjarðarbæjar heldur áfram að styrkjast, en það gekk vel árið 2025. Reksturinn skilaði afgangi sem nemur 671 milljónum króna og skuldir lækkuðu 2 milljarða. Því er óhætt að segja að árið 2025 hafi verið ár skuldalækkunar. Góð tök hafa náðst á grunnrekstri sveitarfélagsins en 2 atriði skýra stærstan hluta fráviks milli fjárhagsáætlunar og ársreiknings. Hækkun lífeyrisskuldbindingar var 208 milljón krónum meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir og með söluna hjúkrunarheimilinu og fasteigninni fyrir hjúkrunarheimilið Eyri voru uppsafnað tap, fyrirsjáanlegur hallarekstur og viðhaldsstörf, bókfærð og afgreidd í einu lagi með 625 milljón króna framlagi. Skuldahlutfall A og B hluta er 88,4% í lok árs 2025 en var árið áður 111,7%. Skuldahlutfall hjá A hluta hækkaði lítillega á milli ára og er 111,8% árið 2025 en var 108,3% árið áður og ástæða þess er fyrrgreind áhrif á söluna á Eyri. Og skuldaviðmið A og B hluta er 57,7% og 74,4% fyrir A hluta. Veltufé frá rekstri í hlutfalli við rekstrartekjur var 14,5% en var árið áður 19,5%. Handbært fé hækkaði lítillega frá fyrra ári og var í árslok 2025 683 milljónir króna. Á síðasta ári var framkvæmt og fjárfest fyrir ríflega 900 milljónir. Umfangsmestu framkvæmdirnar voru á höfninni og fráveituframkvæmdir og gatnagerð. Það er alltaf nauðsynlegt að sýna ráðdeild og aðgæslu í rekstri. Það er krefjandi að reka sveitarfélag og má lítið út af bera. Ársreikningur ársins 2025 er þó til marks það og horfum við bjartsýn fram á veginn. Í upphafi kjörtímabilsins ákvað Íslistinn að setja sér metnaðarfull fjárhagsleg markmið. Skemmst frá því að segja að þau hafa nær öll náðst. Það er auðvitað ekki einungis góðum rekstri sveitarfélagsins að þakka heldur umsvifum í fjölbreyttu atvinnulífi og góðum tekjum hafnarinnar og að því þarf að hlúa. Þá má ekki skauta framhjá þeirri staðreynd að samstarf og samtakamáttur í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur verið með eindæmum gott á yfirstandandi kjörtímabili. Öll höfum við haft það að leiðarljósi að vinna að framgangi samfélagsins til góðs með ábyrgð að leiðarljósi. Takk fyrir þetta. Við erum að fjalla ársreikninga fyrir umræðu. Það er fleiri sem við taka máls. Gylfi, byrðum málið, þetta er vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég vil bara hnykkja á ýmsu sem að bæjarstjóri sagði hér í sinni ræðu. Það eru talsvert mikil frávik milli áætlunar og rauntalna í þessum ársreikningi og mikilvægt að standa þokkalega föstum fótum í því í hverju það felst og það er það þessi sala á Eyri sem að hafði átt sér langan aðdraganda en var óstaðfest við afgreiðslu bæði fjárhagsáætlunar náttúrulega fyrir árið 2025 og raunar fyrir afgreiðslu fjárhagsáætlunar fyrir yfirstandandi ár 2026. Þannig að þegar við skoðum markmið í fjármálum fyrir núverandi ár að þá vitum við að þetta er orðið rangt. Til upprifjunar að þá gengum við frá fjárhagsáætlun fyrir 26 í nóvember en salan á Eyri gengur í gegn 19. desember. Og þess vegna er það talsverð áskorun að fjalla fjárhag sveitarfélagsins og ársreikninginn án þess að skripla á skötunni. En það sem að bæjarstjóri hérna sagði og kemur fram í bókunni Íslistans er að þetta er ár skuldalækkunar og þá skyldi einhverjum finnast það hljóma kúnstugt þegar að skuldahlutfall A-hluta hækkar milli ára. Ástæðan er sú að það er bæði þessi lífeyrisskuldbinding upp á 280 milljónir sem er hærri heldur en reiknimeistararnir gáfu okkur við aðdraganda fjárhagsáætlunargerðarinnar í fyrra. En þó sérstaklega áhrifin af Eyri, þar sem við erum að taka á okkur með einu pennastriki uppsafnaðan halla,
framlag, okkar 15% framlag í rekstur á húsnæðinu til eilífðarnóns og uppsafnaðar viðhaldsstörf sem var farin að horfa ansi hörðum augum framan í okkur og búið að gera svo sem nokkurra missera skeið. Og þetta allt, þessu kippum við allir út úr bókhaldi B-hluta með því að láta A-hluta borga reikninginn upp á 650 milljónir og við sjáum þá að skuldahlutfall A-hluta hækkar en skuldahlutfall B-hluta A og B-hluta saman tekið hríðfellur og að nálgast ansi góðar slóðir. Þannig að þetta eru kannski svona stóru málin í muninum á milli markmiða, áætlunar með viðaukum og svo endanlegra raunframlag. Og þess vegna ágætt að við séum að taka hérna ásetningin fyrir í 2 umræðum sem yfirleitt ekki sérstaklega mikil þörf á, af því að það mjög mikill munur á þessum dálkum öllum saman. Og ég mæli með að bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur glöggvi sig á þessu yfirlitsskjali sem að fylgir með fundargögnunum. Nú, hitt annað að þessi markmið hafa hjálpað okkur mjög mikið. Ég man mjög skýrt hvernig við höfum þurft að líta til þeirra þegar við viljum tryggja veltufjárhlutfallið, framlegðin og rekstrarjöfnuðurinn og það allt saman sé réttu megin. En svo koma svona ytri atriði þar sem nauðsyn brýtur lög. Ég vil einnig taka undir það sem bæjarstjóri sagði samstarfið í fyrra og bara þetta kjörtímabil, þetta hefur lánast mjög vel og það hefur verið samstaða margar snúnar ákvarðanir sem hægt hefði verið að þyrla upp ryki yfir en ég vil þakka fyrir það að það ekki sjálfgefið. Þessi ársreikningur sýnir sterka stöðu en við þurfum að halda áfram. Við þurfum á nýju kjörtímabili að setja uppfærð markmið sem að geta byggt á þessu sem við höfum nú þegar verið að nota til þess að vita hvenær við getum aukið í og hvenær við þurfum að draga saman seglin. Takk fyrir þetta, Gylfi. Það eru fleiri sem vilja taka til máls út af þessum lið. Svo ekki, þá með ekki merkja þið samþykki að leggja þetta fram til fyrri umræðu. Vísa þessu til seinni. Já, vísa þessu til seinni umræðu. Já, afsakið. Svo það samþykkt. Þá erum við komin í mál númer 2. Það beiðni fjölgun stöðugilda á skrifstofu velferðarsviðs. Tillaga frá 500. fundi velferðarnefndar en fundur var haldinn 19. mars 2026. Að bæjarstjórn samþykki að fjölga stöðugildum 2 á skrifstofu velferðarsviðs, það að segja 100% staða verkefnastjóra og 100% staða ráðgjafa. Ég ætla ekki að lesa hérna bókunina sem fylgir, en orðið laust þá undir þessu lið og Sigríður Júlíu biðjum orðið ekki svo eftir. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætla hér með í þessum dagskrárliða þá kemur fram í dagskránni hvernig bókun velferðarnefndar Hún skýrir sig mjög sjálf og henni að þessari ákvörðun fylgdi mjög ítarlegt minnisblað frá sviðsstjóra velferðarsviðs þar sem bent var á nauðsyn á þessum stöðugildum eins og kemur þar fram í niðurlagi bókunarnefndarinnar að þá í vaxandi samfélagi mikilvægt að uppbygging þjónustu haldist í hendur við fjölgun íbúa og auknar kröfur til opinberrar þjónustu. Velferð, öryggi og hagsmunir íbúa skulu ávallt vera í forgrunni við ákvörðunartöku og ég fagna þessari tillögu og held að við sem að stíga hér mjög gott skref til aukinnar velferðar sveitarfélaganna. Takk. Takk fyrir þetta. Hver sem vildi taka máls um þessu lið innan í. Forseti bæjarfulltrúar og gestir. Mig langar að hnykkja á niðurlagi minnisblaðs sem fylgdi með þessu máli. Þar sem að tala að starf
farsældarfulltrúa sem að greitt af ríkinu. Að það hefði ekki verið tekin ákvörðun að halda áfram þessari vinnu sem að var áætluð til 2 ára minni með 2024, þannig að það er 2024, 2025 eða 2025-26. 2025 og 6 sem að, já, akkurat. Og það er rétt, þetta er ágefni. Ég hef tekið þetta upp á sviði Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem að við hefum rætt mikilvægi þess að halda þessu áfram. Það hefur komið inn til stjórnar sambandsins að ýta á að sveitarfélagin þurfa allavega að fá svör við því hvort að það eigi að halda áfram því að sveitarfélagin hafa náttúrulega eins og við vitum ákveðna verkferla og vinnuferla, þurfum að segja fólki að þurfum við sjálf að taka ákveðna kostnað, en að þetta er í umræðinu þar inni og mjög mikilvægt að fyrir velferð barna að halda þessu áfram. Það væri náttúrulega dásamlegt ef að ríkið tæki ákvörðun að halda þessu verkefni áfram. Því það skiptir, þeir byrjuðu á þessu verkefni og þetta er verkefni sem hefur sýnt sig að skiptir miklu máli fyrir sveitarfélög. Ég mun líka styðja þessa ósk velferðarnefndar aukin stöðu. Þetta er fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo ekki, þá megi gefa mig merki ef þið samþykkið þessa tillögu. Og þið samþykkt samhljóða. Og fyrir við 3. mál, viðauka við fjárhagsáætlun 2026, launaáætlun velferðarsviðs. Tillaga frá 13.65. fundi bæjarráðs, en fundur var haldinn 27. mars 2026. Að bæjarstjórn samþykki viðauka 5 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2026. Vegna breytinga á launaáætlun velferðarsviðs Ísafjarðarbæjar. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstöðu Ísafjarðarbæjar engin. Áhrif viðaukans á sveitarsjóð A-hluta 0 og helst rekstrarniðurstaðan óbreytt í 274.600.000. Og áhrif viðaukans á samantengin A og B-hluta 0 og helst rekstrarniðurstaðan óbreytt í 581.600.000. Já, þetta er svont. Þá er orðið laust undir þessu lið. Enginn er beðið orðið, þá með ekki að merkja hvort þið samþykkið að viðauka. Og það er samþykkt samhljóða. Komin 4. mál, það skipulag leikskóla á Ísafirði. Tillaga frá 13.63. fundi bæjarráðs, sem fundur var haldinn 12. mars 2026 að bæjarstjórn samþykki sviðsmynd 4 samkvæmt minnisblaði sviðsstjóra dagsett 12. febrúar 2026. Það segja að leggja niður leikskólann Tanga sem sjálfstæða leikskólaeiningu og færa starfsemina undir leikskóla Sólborg sem deild fyrir elstu börnin. Samhliða er lagt til við bæjarstjórn að samþykkja færlegar einingar verði keyptar og staðsetta við Sólborg og Eyrarskjól til að rúma fjölgun á leikskólabörnum þar frá hausti 2026 og þar til að varanleg lausn fæst í húsnæðismálum leikskóla. Orðið er laust undir þessu lið. Nanný, þakka þið hóða ekki svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég vil langar að ræða þessi mál sem að koma inn til skóla íþrótta- og tómstundanefndar fyrr á árinu. Frá haustinu 2025, eða seinsumars 2025, hefum við reglulega tekið inn mál sem tengjast Tanga, aðallega þá mönnunarvanda og hvernig við eigum að halda út þessari 5 ára deild. Með því að bjóða upp á góða þjónustu og fyrir börn og foreldra, hugsa vel starfsfólki okkar og sinna því uppeldishlutverki sem að leikskólar eiga að sinna samkvæmt lögum. Vandinn sem við stóðum frammi fyrir hausti 2025 var að það gekk illa að ráða starfsmenn í leikskólann. Þetta er lítil leikskólaeining og eitt stöðugildi á svona lítil einingu hefur gríðarleg áhrif á starfsmannalóruna og hvort það sé hægt að halda út í leikskólastarfi. Í upphafi var því velt fyrir sér hvort að það ætti hreinlega bara að taka inn færri börn og við myndum þá skilja eftir einhver börn á hinum leikskólanum. Leikskólastjóri vann með þá hugmynd í 2-3 vikur og kom svo aftur fyrir nefndina þar sem hann lagði til að í stað þess að gera það þá myndum við taka inn öll börn því það væri leiðilegt að skilja börn eftir í leikskólum. Við myndum taka inn öll börn, við myndum að sjálfsögðu vona að við getum náð að manna leikskólann og þannig að það yrði
óheft starf í leikskólanum. En ef að það gengi ekki þá yrði að vera svona rúllandi mæting barna í leikskólanum sem varð úr. Þetta hafði mikil áhrif á bæði börn, foreldra og starfsmenn, þetta rúll, og við lentum fyrir því að starfsmenn fóru í veikindaleyfi. Og eins og sést á minnisblaðinu þá erum við að tala að þessi litla eining með rúmlega 40 börnum krefst samt 11 starfsmanna sem er gríðarlega mikill fjöldi því þarna vorum við með börn með stuðning og sérstakar stuðningsstarfir. Þannig að þó að deildin sé ekki stór sem slík þá hún mannaflsfrek. Þannig að við fórum að hugsa hvernig getum við horft fram á við og haft leikskóla samfélagið á Ísafirði þannig að við þurfum ekki á hverju einasta ári að vera að velta þessu fyrir okkur. Getum við tekið öll 5 ára börn inn á Tanga því að Tangi takmörkuð eining. Þar aðeins rúm fyrir að mestalagi 45 börn og við vitum að árgangar þeir fara stækkandi sem jákvætt og gott, en ekki viljum við lenda í þeirri stöðu að börn komast ekki á 5 ára deild, þannig að heldur séu föst á hinum leikskólanum og missi þannig af jafnöldurum sínum sem upplifun foreldra að þau séu að missa af ef þau ekki samstíga sínum árgangi. Og eins og við ræddum líka þegar við vorum að taka fundi í sambandi við nýju menntaáætlunina, þá það áhugaverð staðreynd að fyrir 20 árum síðan rúmlega þá voru 40 starfandi leikskólakennarar með leikskólakennaramenntun á Vestfjörðum. Núna þeir 15, þannig að það sýnir hversu hratt eða ekki hratt tíminn breytist og okkur vantar að manna leikskólanum. Það var okkar niðurstaða að það væri betra að hafa 2 stórar og sterkar einingar þar sem að börn geta þá auðveldar að flætta milli deilda ef að það skortur á mönnun. Það auðveldara að hafa flöskuhálsinn frá 12 mánaða til 18 mánaða heldur en hafa hann 5 ára. Og það væri hægt að nýta mannauðinn betur á leikskólanum með stærri og færri einingum. Einnig fórum við í úttekt á því hvernig svona aðlögunarferli fyrir börn að búin að vera í leikskóla í 3-4 ár, þurfa svo að fara í nýja leikskóla í 1 ár og þurfa svo að fara í grunnskóla eftir það. Og það verður að segjast að það hefur ekki góð áhrif á öll börn. Það kannski mörg börn sem að finna ekki mikið fyrir þessu, en það eru börn sem að finna fyrir þessum breytingum. Þeim finnst betra að þroskast og þróast á sama stað með sínu starfsfólki. Nú starfsfólkið eða kennararnir ráðnar á deildir eða á einingar. Þannig að ef barn með stuðningsþarfir að fara af einum leikskóla yfir á annan leikskóla, að þá þarf hann að ráða nýjan aðila til að sjá stuðning við það barn. Það fylgir ekki sjálfkrafa með á nýjan leikskóla. Og þetta niðurstaða sem að skóla, íþrótta- og fjölskyldunefnd lagði fyrir bæjarráð. Ástæðan fyrir við leggjum þetta líka fyrir bæjarráð á þessum tíma að við vildum kaupa nýjar einingar til þess að við vitum það að við getum ekki stækkað Sólborg á einu mánuði. Það tók okkur rúmt ár að stækka Eyrarskjól og það gekk mjög hratt fyrir sig. En við sáum það myndi ekki gerast. Þannig að það náttúrulega bæjarráð sem fer með fjárheimildir, þannig að þess vegna fer þetta líka til bæjarráðs að þeir geti tekið ákvörðun það hvort að við höfum fjárráð til þess að kaupa þessar 2 nýju færanlegu einingar og við vildum setja við báða leikskólana þannig að fólk hefði val báða leikskólana jafnt. Það sem ég vildi segja líka að starfsfólk á Eyrarskjól og Sólborg hefur tekið þessum fréttum af fagmennsku, hafa rætt við börnin sem eru í leikskólanum, sem voru kannski farin að láta sér dreyma að fara á Tanga, því það er svona ákveðið þroskastökk að fara á Tanga. Þannig að þeir settust niður með þessum hópi og ræddu við þau að nú staðan þannig að þau verði bara áfram sínum leikskóla.
Helstu áhyggjuefnir barnanna voru: fáum við höfuðljós, fáum við að fara á skíði og förum við meira út. Og það að sjálfsögðu þannig. Það náttúrulega til skíði á Tanga sem muni það bara skiptast á leikskólana. Það lítið mál að útvega höfuðljós og báðir skólarnir muni vinna áfram með það að fara út að leika. Og þá voru börnin bara alsæl, og ef börnin eru alsæl, þá held ég að það sé bara best fyrir alla að vera alsælir líka. Ég vil líka taka fram að á Tanga var unnið gríðarlega gott og skemmtilegt starf í útikennslu. Og Tangi fékk viðurkenningu á 4. ári fyrir útikennsluna. Og ég, fyrir hönd skóla íþrótta- og tómstundanefndar, vil segja að við þökkum fyrir það faglega starf sem þar var unnið. Þökkum leikskólastjóra fyrir að hafa sýnt þennan metnað í starfi að innleiða þetta kennsluform. Og við vonumst til þess að við höldum áfram að vera úti að leika sama í hvaða leikskólum við erum. Þannig fleiri sem vilja taka máls undir þessu lið. Já, Elisabeth, þú veist. Forseti bæjarfulltrúa og aðrir tilnefnendur. Ég með bókun fyrir okkur í Framsókn út af þessu máli. Ég ætla bara að lesa hana upp. Tangi hefur verið starfræktur sem sjálfstæður leikskóli fyrir 5 ára börn á Ísafirði frá árinu 2023, en áður var hann deild innan leikskólans Sólborgar frá árinu 2019. Tangi var stofnaður til að mæta aukinni þörf fyrir leikskólapláss í sveitarfélaginu, auk þess sem markmiðið var að efla tengingu milli leikskóla og grunnskóla fyrir elstu börnin. Framan af þessu skólaári hefur verið verulega mönnunarvandi við skólann sem hefur haft í för með sér rask á starfi og óvissu fyrir bæði börn og foreldra. Gripið hefur verið til fáliðunaráætlana og grunnþættir í stjórnsýslu eins og gerð skólanámskrár hafa setið á hakanum. Í nóvember síðastliðnum voru því 10 börn flutt yfir á Eyraskjól til að bregðast við stöðunni. Fagleg sjónarmið styðja einhverju leyti því að börn ljúki leikskólagöngu sín á sama stað. Fyrir sum börn getur reynst krefjandi að skipta umhverfi í 1 ár og síðan aftur við upp á grunnskóla. Fyrir önnur börn felur slíkt þó í sér spennandi og þroskandi breytingu. Sérstaklega getur þetta reynst erfitt fyrir foreldra barna með miklar og krefjandi stuðningsþarfir. Aðstæður á Tanga á einnig kallað endurskoðun. Húsnæðið of lítið fyrir stærri árganga, lóð ógirt og aðgengi erfitt. Þá hefur skort aðstöðu fyrir mötuneyti og hafa börnin því borðað í grunnskóla Ísafjarðar sem áður var talin kostur vegna nálægðar og tenginga við skólastigi. Nú hefur hins vegar nemendum þar einnig fjölgað og verið þröngt þar með talið í mötuneytum. Börn á Tanga hafa því haft takmarkaðan tíma til að neyta hádegisverðar. Með því að sameina starfsemina við innan 2 leikskólana skapast tækifæri til að nýta betur þann mannauð sem á skornum skammti, auka stöðugleika í starfi og efla samvinnu og miðlun þekkingar. Jafnframt má búast við lægri rekstrarkostnaði og minni rekstraráhættu. Framsókn hefur stutt starfsemi Tanga gegnum árin og verið ánægð með það góða starf sem þar hefur verið unnið. Hins vegar ljóst með við núverandi stöðu, mönnunarvanda, húsnæðisskort og sjónarmið samfellu og öryggi barna að ráðast við breytingar. Mikilvægt að mótuð verði skýr stefna innan hinna 2 leikskólana starf með 5 ára börnunum og áfram verði byggt á því góða starfi sem þróast að Tanga. Það má nefna aukna áherslu á útinám, hreyfingu og verkefni eins og gönguskíðakennsla og fleira. Einnig mikilvægt að börn á elsta ári leikskóla fái reglulega tækifæri til að hittast og kynnast áður en þau hefja nám í grunnskóla sem og að tenging þeirra við grunnskóla verði enn frekar. Fyrir mörg börn hefur það verið spennandi að stíga nýtt skref og fara úr sínum hefðbundna leikskóla yfir að Tanga. Mikilvægt að áfram verið boðið upp á slíkar jákvæðar áskoranir á þessu stigi. Til að byrja með verður starfsemin öllum líkindum í sérhæfðum leikskólaeiningum sem getur jafnframt skapa svigrúm til að þróa starfið í takt við skýra stefnu. Á síðasta ári var talsverð umræða starfsemi Tanga, aðbúnað og aðstæður sem rataði meðal annars í fjölmiðla og var oft á tíðum neikvæð fyrir alla sem koma að málinu. Mikilvægt að samskipti heimila og skóla sé ávallt uppbyggileg með góðri upplýsingagjöf gagnkvæmni, trausti og virðingu. Slíkt stuðlar að betri starfsaðstæðum fyrir kennara og auknu öryggi foreldra gagnvart velferð barna sinna. Ný stefna getur, ef vel tekst til,
orðið liður í að leysa þann mönnunarvanda sem leikskólarnir standa frammi fyrir. Húsnæðismál eru í vinnslu og mikilvægt er að þau gangi hratt fyrir sig, svo ekki komi til skerðingar á skólastarfi eða töfum á inntöku nýrra barna. Samkvæmt þeirri sviðsmynd sem skóli íþrótta- og tómstundanefnd hefur lagt fram fyrir bæjarstjórn er gert ráð fyrir að öll börn fædd árið 2025 geti fengið leikskólapláss innan ásættanlegra tímamarka. Framsókn leggur jafnframt áherslu á að samhliða uppbyggingu húsnæðis verði horft markvisst til vinnuaðstæðna starfsfólks og leita leiða til að laða að og halda í mennta leikskólakennara. Með því er hægt að styrkja starf leikskólanna til framtíðar og tryggja börnum öruggt og uppbyggilegt námsumhverfi. Fyrir þetta, og skiljum við fyrir máli ekki á sæl. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Þetta er ekki alveg einfalt mál að loka heilum leikskóla með einu pennastriki og kannski utanaðkomandi gæti fundist það kúnstugt að það er ekki nema 3 ár síðan að við samþykktum að gera þennan leikskóla sjálfstæðan en ekki deilt á öðrum stærri. En ég held að þessu máli hafi verið lýst ansi vel bæði í minnisblöðum, í framsögu Nannjar og í bókun Framsóknarflokksins sem að mér finnst ramma þetta mál mjög skemmtilega inn og vel að hver markmiðin eru. Það er utan frá séð mætti kannski líta á það líka sem kúnstugt að við erum hér undir öðrum lið að taka við fundargerð frá nefnd, er það ekki, erum við ekki að taka hérna. Nei, við erum ekki með það. Það er undir bæjarráðinu. Það var síðast. Það sem við erum búin að vera með nefnd framtíðarhúsnæði skóla í Skutulsfirði og þetta á sér allt saman mjög eðlilegar skýringar og ég held að við bíðum ennþá eftir lokaskýrslu þar og það verður spennandi að sjá hvernig úr því vinnst. Við erum líka með deiliskipulag á Torfnesi í vinnslu sem að mun þurfa að skoðast í þessu ljósi. Annað mál sem að mér langaði aðeins að drepa á hér í pontu er ferlið að þetta hefur verið trúnaðarmál í vinnslu nefndanna, bæði í bæjarráði og í skóla íþrótta- og tómstundanefnd. Og það er óhjákvæmilegt miðað við svona eðli þess máls sem að hér er til umfjöllunar bæði börnin og starfsmenn sem eru á skólunum og svo framvegis og þegar að svo útkoman kemur öll í einu vetfangi að þá getur maður alveg skilið að foreldrar hrökkvi við en það var sett í gang mjög skýr upplýsingagjöf. Við erum hér að fara að birta enn frekari gögn. Það er búið að halda fundi með 4 ára krökkunum og ég hef allar væntingar til þess að þetta muni falla í ljúfa löð núna. Og ég mun því styðja þetta hér eftir sem hingað til með þessi markmið sem hefur verið lýst hér áður. Já, takk fyrir. Við erum með þetta í fjórðamáli og Sigríður Júlía fyrir það. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, eins og hefur komið hér fram að þá er þetta búið að vera töluvert þungt mál á okkur hér á þennan vetur og niðurstaðan er þessi sem er lögð hér fram. En í því sambandi að þá langar mig til þess að minnast aðeins á bara almennt starfsaðstæður á leikskólum og þá trylltu staðreind sem að Nanni kom með það hvað hefur mikið fækkað af fólki sem er menntað í leikskólakennarafræðum og það langaði mig til þess að nota tækifæri og segja ykkur frá því að það er ekki bara þannig að við séum að vinna að greiningu á framtíðar möguleikum á húsnæði leik- og grunnskóla í Skutulsfirði. Heldur erum við líka byrjuð í samtali við Mennta- og vísindasvið Háskóla Íslands
þar sem við erum að ræða möguleikana á því hvernig við förum að því að hvetja fólk til náms og hvernig við búum starfsaðstæður inn á vinnustöðunum og inn á leikskólanum til þess að fólk geti menntað sig. Og það verkefni sem við erum bara, þetta átaksverkefni sem við bara ætlum að kýla á og finna leiðir og hjálpa stað ásamt til dæmis símenntunarmiðstöðinni eða fræðslumiðstöð Vestfjarða og Vestfjarðastofu. Við getum litið á þetta bæði sem stórt mál Vestfjarða en við getum líka litið á þetta bara innan við bara hjá okkur og þá kýlt málið áfram og því að þetta snýst bæði það að fólk sem vil læra leikskólakennara, það líka til nám sem svona eins konar brú frá þeim sem eru ekki búin með stúdentspróf og vilja taka svona fyrstu skrefin, ég man ekki alveg hvað þetta kallast. Nei, ekki leikskólalið. Leikskólalið á framhaldsskólastigi en það svona eins konar háskólabrú þar sem þú ert að taka hluta af fyrstu áföngum í leikskólakennaranáminu. Þannig að það eru í rauninni alveg 3 eða 4 með meistaranáminu. 4 tækifæri. En mér langaði til að segja einhver frá þessu og ég held að það sé mikilvægt að við vinnum hratt og veitum á þessu athygli og séum svolítið líka bara meðvituð það. Við þurfum að gefa líka þessu fólki það svigrúm til þess að mennta sig. Af því að það alveg ljóst að það enginn að fara í 100% nám og vera í 100% vinnu, það lætur gefur alltaf eitthvað eftir. Og þannig að En við getum stutt við það í pólitíkinni með því að vera meðvituð það þegar við erum að gera okkar áætlanir. Takk. Takk fyrir þetta. Og við erum stundir sem lið og enginn hefur orðið þá legg ég þetta fram með ekki merki samþykki þetta. Þetta samþykkt samhljóða. Þingmál viðauka fjárhagsáætlun 2026, viðauki 6 launaáætlun færanleg kennslurými. Tillaga frá 13.65. fundi bæjarráðs fundur var haldinn 27. mars 2026 að bæjarstjórn samþykki viðauka 6 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2026 vegna breytinga á launaáætlun og kaupa á færanlegum kennslurýmum. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæða Ísafjarðarbæjar engin. Áhrif viðaukans á sveitarsjóð A-hluta 0 og helst rekstrarniðurstaðan óbreytt í 274.600.000 og áhrif viðaukans á samantekin A og B-hluta 0 og helst rekstrarniðurstaðan óbreytt í 581.600.000. Og orðilega stundi þessi lið og Kristín er orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, gestur. Ég hef stundum dott í tuðmund þegar að koma svona viðaukar og nú sé ég að þetta að hugsa mér örugglega illt augnaráð frá ég fekk það samt ekki núna sko. En auðvitað eru svona viðaukar mjög merkilegir og eru aðalega byggðir svona upp að því að þetta þægilegra og einfaldara að gera það. Ég kom eiginlega samt upp ekki bara til að tuða, eiginlega ekki til að tuða. Ég kom eiginlega upp til þess að rósa allavega þessu viðauka að þannig allavega deildir teknar sér og sett undir hvaða áhrif það hefur á hvern viðauka og ég vil þakka fyrir það. Það allavega framför miðað við oft áður þegar þessu var bara hent upp í belg og biðu og svo lítur þetta alltaf út á forsíðum eins og að þetta hafi ekki neinn áhrif að þetta núlviðauki. Þetta hefur allavega stórkostleg áhrif, eða hefur mikil áhrif á þær deildir sem þetta fer undir og það verið að færa á milli deilda. Þannig að það ekki beint rétt að segja að þetta hafi engin áhrif þó að þetta sé kannski ekki í heildina og vonandi ekki því að það kemur svo í ljós seinna þegar reksturinn fer í gang hvort að hver deild þolir þetta. Ég kem alltaf bara til að benda á þetta því að þetta flókið þegar fólk opnar þetta og þetta hefur alveg áhrif og ég alltaf að röfla það og hef samt ekki sjálfur komið með betri hugmyndir það. Þess vegna ég að reyna að vera ekki mikið. Það þurfum einhvern veginn að viðurkenna stundum fyrir okkur að það bara tap á einhverjum ákveðnum hluta. Og þó bara að gera mínus viðauka og svo bara plús viðauka. Við þurfum bara að opna augun fyrir sjálfum okkur að stundum bara erum við ekki að ná okkar takmörkum alls staðar
og gera það. Þetta er svona eina sem ég ætla að tuða í dag þegar kom Portugal. Takk fyrir þetta tuð, Kristján. Þeir vilja taka til máls undir þessu lið. Þú er ekki að þá með kemur merkið samþykki þetta. Og þetta er samþykkt framsíða. Þá er við komin í 7. mál sem er gjaldskrár 2006. Það er tillaga frá 167. fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar. En fundur var haldinn 25. mars 2026 að bæjarstjórn samþykki textaútgáfu af gjaldskrá Ísafjarðarbæjar fyrir vatnsgjald, notkunargjald, mælaleigu og heimæðargjald í Ísafjarðarbæjar vegna ársins 2026. Orðið er laust undir þessu lið. Enginn hefur beðið orðið, þá með ekki merki samþykki þetta. Þetta er samþykkt samhljóða. Og 7. mál, kosningar til sveitarstjórnar 2026. Til að forseta að bæjarstjórn samþykki kjörstaðar verða eftirfarandi kosningar til sveitarstjórnar 16. maí 2026. Í Skutulsfirði í grunnskólum á Ísafirði þar verða 3 kjördeildir. Í Súgandafirði í grunnskólum á Suðureyri þar verður 1 kjördeild. Í Önundarfirði í grunnskóla Önundarfjarðar þar verður 1 kjördeild og í Dýrafirði í grunnskóla á Þingeyri þar verður 1 kjördeild. Orðið er laust undir þessu lið og enginn hefur beðið orðið, þá með ekki með merkið eða samþykki þetta. Og þetta er samþykkt samhljóða. Það er 8. mál, það er samþykkt búfjárhald 2005 til að frá 160. fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar. Fundur var haldinn 8. september 2005 og frá 1357. fundi bæjarráðs en fundur var haldinn 29. janúar 2026 að bæjarstjórn samþykki nýja samþykkt búfjárhald. Orðið er laust undir þessu lið og enginn hefur beðið orðið, þá með ekki merkið samþykki þetta. Og þetta er samþykkt samhljóða. Og 9. mál, það er stjórn lýðskólans á Flateyri 2026 til að frá 1364. fundi bæjarráðs að bæjarstjórn samþykki skipa Nannu Örnu Guðmundsdóttur í stjórn lýðskólans á Flateyri. Orðið er laust undir þessu lið og enginn hefur beðið orðið, þá með ekki merkið samþykki þetta. Og þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við búin í fundargerðir til kynningar. Það er 10. mál bæjarráð, lögfram til kynningar fundargerð 1364. fundar bæjarráðs en fundur var haldinn 19. mars 2026 og fundargerðin er 6 liðum og orðið er laust undir þessari fundargerð og enginn hefur beðið orðið, þá er þetta lagt. Já, þú hefur beðið orðið? Já, Gylfi ætlar að beðið orðið, gjör svo vel. Vorum við 1364? 1364. Já, fyrirgefðu, ég er undir 65, fyrirgefðu. Ekki beðið orðið, þannig að við Fyrirgefðu. höldum að fara 1. apríl. Þannig að láta fólksetta hlaupa 1. apríl hér. Þannig að þetta er lagt fram til kynningar og þá erum við komin í 11. mál sem er bæjarráðlega fram til kynningar fundargerð 1365. fundar bæjarráðs sem fundur var haldinn 23. mars 2026 og fundargerðin er 9 liðum og Gylfi hefur beðið orðið. Já, forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur hér í þessari fundargerð var lögð fram til umræðu í bæjarráði drög eða sem frumvarp atvinnuvegaráðherra lagareldi og umsagnarfrestur er til 10. apríl. Það voru svona nokkur punktar sem við tókum niður sem ég ætla ekki að tíunda hér í pontu sem bæjarstjóri er komið með í sarpinn og ég vil hvetja aðra bæjarfulltrúa til þess að láta okkur vita áður en allt of langt líður ef að bæjarfulltrúar hafa eitthvað við þetta að bæta fyrir þriðjudag vegna þess að við erum tímaáætlunin er svona. Ég vildi bara vekja sérstaka athygli á þessu vegna þess að þetta mun ekki fara fyrir bæjarstjórn áður en að umsögnin fer. Þetta er mikið hagsmunamál fyrir okkur. Það eru mörg atriði sem að þarna eru tíundu nánar sem að höfðu ekki verið útfærð í þeim drögum sem að lögð voru fram í samráðsgátt. Meðal annars skattheimtu, affallagjöld, smitvarnir. Bærinn í sinni umsögn lagði til að gerð yrði ný grein sem átti þá að vera númer 12 átti að fjalla kennslukvíar á grundvelli norskrar fyrirmyndar og ekki hefur verið orðið við þeirri hugmynd okkar. Og þess sjást ekki merki að menntun í laxeldis eða lagareldi sé fjallað í frumvarpinu með beinum hætti sem að við teljum að sé óráð
En stóra myndin er þó að það eru miklar umbætur í þessu lagareldisfrumvarpi sem við styðjum að náða fram að ganga í heild sinni. En það eru ákveðnar breytingar sem við viljum að ná fram að ganga áður en að Alþingi lokar málinu. Áttakar ritari fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo ekki þá það lagt fram til kynningar. Þá það 12. mál sem umhverfis- og framkvæmdanefnd. Lögð fram til kynningar fundargerð 167. fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar en fundur var haldinn 25. mars 2026. Fundargerðin er í 5 lið og orðið er laust til þessari fundargerð. Og enginn hefur beðið orðið þá það lagt fram til kynningar. 13. mál hafa velferðarnefnd lögð fram til kynningar fundargerð 99. fundar velferðarnefndar en fundur var haldinn 12. mars 2026. Fundargerðin er í einum lið. Orðið er laust til þessum lið og enginn hefur beðið orðið þá það lagt fram til kynningar. Og 14. mál velferðarnefnd lögð fram til kynningar fundargerð 500. fundar velferðarnefndar fundur var haldinn 19. mars 2026 og fundargerðin er í 5 liðum og orðið er laust til þessari fundargerð. Og enginn hefur beðið orðið, þá er þetta lagt fram til kynningar. Þá er dagskráin tæmt og fundið slitið og ég óska ykkur gleðilega páska.